Hann hvarf í heil 7 ár. Hvarf í heil 7 ár? Heil 7 ár og hann kom heim og það svo aldrei farið frá mér. Vissirðu eitthvað hvað hann var að gera allan þennan tíma? Nei, en ég hugsaði hann í öll þessi ár. Bara hvert akkur fórstu frá mér? Strákur. Þú saknaðir hann? Já, ég saknaði hans mjög mikið. Og ég leitaði hans mjög lengi. Sko, hvernig atvikaðist þetta? Höfðum verið bara í erlendis 2018 og ég, kísur vilja stundu fara smá í fílu við maður þegar maður kemur heim frá útlöndum og ég segi, ok, hann kannski smá fílu að vegna þess að hann kom ekki daginn eftir og ég segi, ok, ég gef hann 2 daga, hann bara kannski eitthvað aðeins að sína mér að hann ósáttur við mig að ég sé að fara frá hann eitthvað í frí en síðan bara kom hann ekkert þannig ég leitaði að hann og nýtti alla leiðir eins og maður gerir sem kísumamma. Svo svona dvínaði þetta vonin eftir kannski 4, 5, 6 ár en svo bara núna í lok mars þá fæ ég símtal frá Sóleyju sem dýralæknir á Suðurlandi og hún hringir bara í mig og sagði ég hringi hérna út af Emil og ég bara, ég ætla ekki að trúa þessu og innan klukkustundar þá var hann komin heim í fangið af mér. Já. En Sóley hafið einhvern veginn getað tengt? Já, vegna þess að það voru eldri hjón sem tók hann að sér. Taldi að vera flæking í hjósinni og þau hugsuðu óbáslega vel hann, þannig hann bjó hjá þeim í nokkur ár. Svo fóruðu með hann til dýralæknis og sem betur fyrir hafði ég örmerkt Emil, þannig að það voru auðvelt að finna hvar hann heima og hver var mamma. En þetta sem sagt efnið í bókinni, kötturinn Emil sem allir vildu eiga.